algjörlega sambærileg kynning og ég var með í síðustu viku fyrir skipulags- og samgönguráð, þar sem við vorum að fara yfir kynninguna, kallum þetta kynningaráætlun fyrir sem sagt Borgarlandi 3 Hlíðar, kynning á vinnutillögum. Sem sagt, þetta hluti af þessu samráðsferli okkar sem við skiptum upp í 3 fasa. Fyrsti fasin þá svona, vorum við rýnihópa og skapandi samráð og vinnu í skólum, og við vorum með þessa vinnu fyrir nokkrum árum, 2016, 17 í Hlíðunum. Svo þurftum við að taka pásu út af því að við vorum að þróa verkefnið og vinna í Árbæ, og síðan fórum við í Breiðholtið og því Breiðholtið sem sagt í 3. fasa, það sem sagt að ljúka þar vinnu núna við hverfisskipulag og það að taka gildi fljótlega. En sem sagt, nú erum við Hlíðunum í það sem við kallum öðrum fasa og þá kynnum við vinnutillögur, verðum með hverfisgöngur, kynningafundur, hann átti að vera í næstu viku en var frestað út af sóttvarnum, en verður kynningafundur borgarstjóra en verður sennilega eftir áramót, og síðan verðum við með netsamráð. Við erum sem sagt, vorum þarna 2015 til 17, þar við erum með drög að skýrslu sem heitir íbúaþátttaka og samráð, sem þá vinnu, og síðan var heilmikil vinna í skólanum þar sem krakkarnir byggðu sem módel og settu svona miða niður á módel, og við vorum með 2 íbúafundi í Hlíðunum á sínum tíma, bæði í Háteigsskóla og Hlíðaskóla, og það hægt að skoða þetta. Við byggjum á þessu og þetta eru punktarnir sem við byggjum á þessa vinnutillögur. Það voru úrbætur vegna slysahættu og mengunar og hávaða frá Miklubraut, það var algjörlega dóminerandi í þessu öllu. Það var mikið ákall úrbætur í hljóðvist við stofnbrautir eins og Kringlumýrarbraut og Miklubraut. Það var tengingar á milli hverfa yfir stofnbrautir. Það var óskir eflingu hverfiskjarna, það var óskir breytingar húsnæði, það var grænsvæði útvist og fegrun göturýma, göng og hjólastígar, betra flæði, grenndarstöðvar inn í hverfin og svo hverfisvernd. Við erum sem sagt, þetta bara svona mynd sem sýnir afurðirnar út úr hverfisskipulaginu í Hlíðunum. Það eru sem sagt skipulagsgögn. Þið sjáið einhver bendur hjá mér, það eru skipulagsgögn sem eru þá prentuð gögn, sem almenn greinargerð og síðan skilmálar og svo skipulagskort. Það búið að samþykkja leiðbeiningar, 14 leiðbeiningar fyrir hverfisskipulag, þær gilda fyrir öll hverfin. Svo fylgja þessu fylgigögn og svo fer þetta inn í þessa nýju hverfasjá þegar að hverfisskipulagið fyrir þessi 3 hverfi í Hlíðunum hefur öðlast gildi. Hér eru uppdrættirnir, þessi lögbundnu uppdrættir á pappír sem við þurfum að gera. Við erum að vinna í því reyndar að gera þetta allt stafrænt, en það ekki orðið löglegt ennþá að hafa deiliskipulag eins og hverfisskipulag algjörlega stafrænt. Það verður sennilega ekki fyrir 2025. Þetta Háteigshverfið, uppdrættir, hér Hlíðahverfið, með það eru hérna, þessi uppdrátturinn hérna og svo eru hérna stefnukort fyrir 7 stefnur hverfisskipulags vistvæn hverfi, og þetta eru atriði sem koma úr aðalskipulaginu, og síðan hérna Öskjuhlíðarhverfið. Það nýtt hverfi sem tilheyrir þessum borgarhluta. En svolítið svona öðruvísi hverfi. Það HR, það eru byggingarsvæði við Val og sjá Hlíðarenda og svo náttúrulega kirkjugarðurinn. Ævar, afsaka ég trufla þig. Hljóðið það svona brotnar og fremur óskýrt. Gæti það verið tenging þín megin? Það gæti verið tenging þín megin. Það prófa að tala bara í gegnum tölvuna. Hvernig heyrist þetta núna? Segðu aðeins meira. Eitthvað betur? Við heyrum það ekki. Heyrið þið í mér núna? Við heyrum í þér, já. Haltu bara áfram. Og sjá, fyrirgefðu. Ertu með annað okkur?
Núna? Já, það heyrist. Við heyrum það ekki kannski fyrir þú byrjar aðeins svona að spjalla hvort það brotnar í setningunum. Já. Ég get svo sem ekki. Já. Nei, þetta er eins. Já. Þetta er eins. Já. Ég byrja að slökka á myndavél hjá okkur, hvort það er oft þannig að þegar það er allar myndavélar slökktar á Já, betra. prófum það. Hún er allar myndavélar af þetta létta álægða Webex allavega. Já. Þetta er allavega sem sagt uppdrátturinn fyrir Öskjuhlíðarhverfið. Í þessu skipulagi er mikið verið að ræða hvað má ég gera með mína eign, það segja húseigandinn. Það eru þarna heimildir þetta er svona almennar heimildir, það er verið að staðla svona heimildir, það séu samræmdar milli hverfa og borgarhluta og tengjast á því hvernig má bæta við hús, breyta þökum, byggja við, setja kvisti og síðan erum við svolítið að horfa á það hvernig megi bæta aðgengi að fjöldanum allum af lyftulausum fjölbýlishúsum sem er slatti af í hlíðunum. Við erum að setja heimildir inn í hverfiskipulag fyrir þannig að húsfélög sem eru fjölbýlishús hafi heimildir til þess að setja lyftur og jafnvel byggja hæð ofan á sem mætti þá nýta til þess að fjármagna lyftuna. Er þetta ennþá svona brotkent? Þetta er betra. Nei, miklu betra. Fjölbýlishús á lyftu, þau eru það byrja 10-12.000 í borginni. Ég fer oft með þessa ræðu, það var sem byggingarreglugerð 1964 sem sagði að ef byggt væri hærra en 4 hæðir þá var þetta að setja lyftu og það þýddi það að öll fjölbýlishús sem byggð voru á nærvið því 60 ára tímabili voru lyftulaus og þetta gerir það verkum að það er mjög mikill fjöldi af húsnæði sem er með mjög lélegt aðgengi. Þessum húsum hefur lítið verið breytt, það hefur lítið verið byggt við þau, það er oft á stórum lóðum eins og sést þarna. En við erum með þessu hverfiskipulagi og höfum gert þetta í Árbæ og Breiðholti og við höfum verið að kynna þetta í Háaleiti bústaðahverfinu að heimila húsfélögum að bæta aðgengi með því að setja lyftu, jafnvel bæta við hæð ofan á, indreginni hæð hugsanlega og það mætti nýta þá söluhagnaðinn af þeim byggingarétti sem kæmi við það til þess að fjármagna lyftuna. Sum af þessum fjölbýlishúsalóðum þola jafnvel meiri uppbyggingu. Þetta er semst verið að þétta byggð svona svolítið án þess að auka fótsporið og nýta þá betur þessa innviði og það sem er fyrir og uppbyggingin er þá á hendi húseigandana. Þannig að það eru möguleikar fyrir þetta í hlíðunum. Það eru skipta skoðanir þetta, það byggist svolítið á misskilningi. Margir sem halda að borgin ætli að gera þetta eru bara heimildir sem við erum að veita húsfélögunum og það er þeirra valdi hvort þeir nýta sér þessar heimildir eða ekki. Og það eru þá fyrst og fremst hugsaðir í þessum félagslega tilgangi að reyna að bæta aðgengi. Borgargötur í hlíðum, við viljum gjarnan koma upp borgargötum í öllum hverfum. Það er að borgargötur eru svona aðalgatan í hverfinu sem verður byggð upp fyrir alla samgöngumáta, gjarnan tengt svona hverfistorgi. Það er verið að hanna nýja borgargötu við Rófabæ í Árbæ og þetta er svona, getum við sagt, svona sparigatan. Miklubraut, þegar hún verður komin í stokk, þá verður hún borgargata. Þetta eru myndir sem voru gerðar eftir vinna við að setja Miklubraut í stokk, forhönnun og því það var gerð eftir samráð í hlíðunum á sínum tíma vegna óska aðgerðir við götuna. Þetta eru sömu myndir á þeirri vinnu. Hluti af þessu sem við erum að sýna þó það sé ekki inn í hverfiskipulaginu en það er hluti af þessu verkefni, það er sem sagt Miklubraut sem þróunarreitur og þá aðalega, þá fyrsti áfanginn af honum er þessi stað hugmyndaleit fyrsta áfanga
á stokknum við getum kallað Miklatorg, þannig það eru sýndar þessar hugmyndir á kynningarsíðunni sem við opnum. Það við erum þarna með möguleg þróunarsvæði í Nauthólsveg. Hér eru sem sagt stúdentaíbúð HR og það er hugmynd hérna nýjan grunnskóla á þessari lóð. Skipholtið, við viljum leggja það til að Skipholtið verði breytt í Borgargötu og það eru sýndar uppbyggingarheimildir, það er verið að þétta byggð hérna víða. Hér eru möguleikar á að bæta við á lóðum fjölbýlishúsa. Síðan er þetta myndir úr tillögunni vinningstillögunni sem vann á þessu svæði Heklureiti. En Skipholtið hefur mjög mikla möguleika til þess að verða mjög líflegri Borgargötu. Þarna er svona svolítið sjálfsprottin starfsemi í gangi. Við erum með hugmynd nýtt hverfistorg. Það hefur komið fram hugmynd að kalla það Holtatorg. Þetta er semst á horni Einholts og Skipholts. Taka í burtu þessi bílastæði. Þessi bílastæði eru á Borgarlandi. Seðlabankinn, hann á þetta hús hérna, hann vil mjög hérna losna við þetta hús sem ætti þá breyta, þetta er mjög dautt hús í dag, það er nánast engin starfsemi í því, mætti breyta yfir í einhverja starfsemi sem gæfi líf hérna út á torgið. Þetta torg liggur mjög vel við sólu. Það hefur verið að byggja við hérna í gamla mynd- og handíðaskólanum hérna og koma einhverja 34 íbúðir. Þannig að í tengslum við Skipholtið sem Borgargötu þá held ég að þetta geti orðið mjög líflegt og flott torg þarna. En þetta er hugmynd sem við setjum fram hérna og viljum gjarnan heyra viðhorf íbúanna við þessu. Grænar brýr, náttúrubrýr eða vistlok, þetta er svona, kemur út úr þessu ákalli íbúa að reyna að tengja þetta yfir þessar stóru stofnbrautir og vistlok hafa verið notuð erlendis til þess að búa til leiðir fyrir dýr sem hafa frá Örófi alda farið ákveðna leið eins og koma hraðbrautirnar og skera þetta í sundur, en það er líka verið að nota þetta inn í borgum. Við erum með hugmynd það er einn upplagður staður fyrir vistlok og það er Veðurstofahæð og þetta er svona mótvægisaðgerð við mikla umferð þarna, en þetta væri þá til þess gert að stækka þetta Grænlandssvæði. Það er hlut af þessum vinnutillögum núna, það er ekki sett fram neina sérstakar tillögur Veðurstofahæðina byggð þar, en það er inn í aðalskipulagi er lýst þar áformum, en við viljum gjarnan fá íbúa til að tjá sig hvað þeir sjá fyrir sér á Veðurstofahæð. En það að setja vistlok yfir Kringlumýrarbrautina þarna, það er þarna hæð mikil, alveg nóg hæð til þess að gera þetta. Þetta er framkvæmd sem svona er tiltölulega átakalítil miðað við margt annað. Það þarf ekki að, þeir segja með sérfræðingar sem hafa unnið svona í Noregi, þurfum með þess að ekki einu svona loka götunni meðan þetta er gert, en þetta er svona hugmynd sem við köstum fram. Vinnutillögurnar verða sem sagt kynntar á síðu sem verður þá aðgengilega frá hverfiskipula.is og heitir Hlíðar vinnutillögur. Verður opnuð núna á föstudaginn og er með mjög miklu og áhugaverðu efni. Það semst við verðum með sýningu á Kjarvalsstöðum, okkur tókst að fá það í gegn okkur sóttvarnir, að það verður opnuð núna á föstudaginn klukkan 13 sýning á Kjarvalsstöðum, hún verður inn í fundarherberginu. Hún verður opin fram á næsta föstudag, eða föstudaginn þar á eftir segja 27. og við verðum sem með viðveru þarna alla daga nema sunnudaga. Síðan ætlum við að fara í tvær hverfisgöngur á laugardaginn 20. Byrja í Hátækshverfinu og ganga síðan Hlíðahverfið eftir hádegi. Og þetta verður auglýst sérstaklega. Við vorum með svona hverfisgöngur í Breiðholti og svo í Háaleiti bústaðahverfi og þetta var mjög vel sótt. Það verður opið fyrir athugasemdir og ábendingar til 21. janúar. Þá er hugmyndin að reyna að vera með einhvern góðan íbúafund og sóttvarnir verða orðnar viðráðanlegri á þeim tíma.
þarna í janúar. Og við munum semst vera með svona svokallaða netkönnun þessar vinnutillögur á svona kerfi sem við erum með sem heitir Mapsjóner. Við reynum að auglýsa þetta eins vel og hægt á samfélagsmiðlum, í fjölmiðlum eftir því sem við á og þið kannski hafið aðgang að einhverjum vefjum, einhverjum Facebook síðum sem hægt að koma þessu á framfæri á. Sýningin sem sagt verður hérna í þessu rými þessu fundarherbyggi hérna fyrir innan. Það verður löng opnun á 5. í næstu viku, það verður opið alveg til 10. Við ætlum að vera þá þarna ef einhverjir hafa áhuga að tala við okkur. Og síðan eru þessar hverfisgöngur. Þetta tókst vel í COVID í Breiðholti í fyrra og sóttvarnir ekki sérstakt vandamál í þessum göngum. Þetta er semst skipulagið í þessum 2 göngum. Við byrjum við Kjarvalsstaði, fyrir svona góðan hring Háteigshverfið og síðan ætlum við að hittast eftir hádegið í Hlíðunum við MH og fara svona góðan hring hverfin og endanum á Veðurstofu. Þetta er sem sagt þessi Mapsjóner könnun sem við ætlum þá að setja í loftið svona þegar sýningin það til að ljúka og verður þá opin allan tíman og allir geta sagt sína skoðun á þessum vinnuhugmyndum. Og þetta er komið. Takk hérlega fyrir þetta, Ævar, og það verður bara mjög gaman að kynna sér þetta frekar. Ég hef nokkrar spurningar sem hafa komið inn í spjallið á meðan og ég bara spyr þær og svo getur fólk beðið orðið. Fáið þennan glærupakka frá þér við í ráðinu eftir fundinn? Já, ég skal senda ykkur hann núna. Ok, takk. Og svo spyr Örn hafa heimildir til þess að hækka, eins og að tala í sambandi við að setja lyftur, hefur þetta verið nýtt nú þegar þar sem það má? Nei, þetta hefur ekki verið nýtt það hefur verið svona spekulasjónir þetta verið ekki verið nýtt í Árbæ, þar sem þetta var heimilað. Til útskýringar, þetta er flókið, það þurfa meira og minna allir að samþykkja þessa framkvæmd. Við erum að fara á stað, þar sé í húsfélagum þar sem eru margir eigendur. Við erum að fara á stað með samkeppni í samstarfi við félagsbústaði sem eiga nokkrar svona heila blokkir, arkitektasamkeppni, þar sem á að reyna að þróa fram góðar lausnir sem getur þá nýst fyrir húsfélögin. Þannig að einfalda svarið, þetta hefur ekki verið nýtt neinstað, þannig ekki komið reynsla á þetta, en það mjög mikil reynsla á þetta á hinum Norðurlöndunum og hefur verið gert við það. Það til svona blokkir í hundruðum þúsunda tali í Evrópu sem alveg byggðar eftir sömu módelinu. Já. Margrét, má ég aðeins bara til að fylgja þetta, takk. Ég var líka kantið til því, sko, samanburðin auðvitað, kannski ekki margir sem hafa rokið til þar sem þetta komið lengra, en gott að vita hvernig þetta er erlendis frá. Það var líka það sem ég setti það svo sem ekkert í spjallið, en það var gott að draga það fram. Takk. Það er ein spurning frá Sigfúsi, einhver áætlun með aukningu á vistgötum í þessum hverfum og það meðal annars vegna mikils umferðarhraða í þröngum götum? Borgargötur er okkar mál. Þær eru þá götur sem eru fyrir alla ferðamáta. Við myndum kalla þær alveg svona vistgötur á sterum. Og það er miðað við það að það sé lagt í allnokkra fjárfestingu í það að laga þær til. Það er yfirleitt þá þannig að þessi venjulega, það mun hægari umferð. En ekki svona í eldri götum að það sé verið að fara að tempra en frekar þar líkt og
þú veist, við nefnum sem dæmi bara í Suðurhlíðanum vistgötur og Haðastíg, Já, á að auka það eitthvað? Sko við höfum aðalega verið að leggja áherslu á þessar borgargötur en sko umferðar sko hraði það ekki okkar ákvörðun sko. Það er í rauninni hérna samgöngudeildarinnar og bara lögreglan sko. Ok. Sigfús, viltu spyrja betur út í þetta eða er þetta komið? Ég væri til að spyrja betur út í þetta bara eftir Sigfúsi. Já. Herðu, Sigfús er góður, þannig að Örn gjör svo vel. Takk. Já, hérna borgargötur á sterum, ok. Hérna, ég líka aðeins að hugsa og ég skynja það eða á tilfinninguna að þú sést svolítið að vísi það Margrét líka að þessar aðrar götur, þú nefnir Suðurhlíðar, mér dettur til dæmis eins og Drápuhlíð, Blönduhlíð, Barmahlíð og þær götur, Mávahlíð, Eskilhlíð og þessar götur þar sem eru tiltölulega þröngar og bjóða upp á að það veri gert eitthvað meira aðlaðandi sko fyrir umferð af öllu tagi í gegnum þær götur, hvort að það sé eitthvað sem er verið að hugsa eða er fyrst og fremst verið að hugsa það sem þú lýstir sem borgargötur á sterum. Já, ég nefndi þetta nú bara svona Já, ég held að ég sko grípi ágætlega það sem út að meina, það er svona þessar stærri götur, það sem er meiri umferð en við höfum líka að hugsa þessar litlu götur, það sem er minni umferð, gera þær meira aðlaðandi og við borgargöturnar er það þjónusta og svona sko við höfum ekki í þessari vinnu sko ekki sérstaklega verið að skoða þessar einstöku götur og til hvaða aðgerða ætti að grípa, þannig ég held að það væri bara ágætt að fá fram sjónarmið sko íbúa við því og koma því á framfæri í athugasemdaformi og þá hægt að koma því á réttan stað og fá fram svör við því og í framhaldinu einhver viðbrögð sko. Já, þannig að Má ég spyrja áfram? Takk. Nei, þetta er bara mjög áhugavert og gaman á þessu. Þetta er svo sem ekki kannski beint kynning á nákvæmlega því sem að sko framundan er í uppbyggingu í hverfinu. En ég sá til dæmis áhugaverðar teikningar hérna, ég man ekki hvað kallar þetta var einhvers konar gróðurbrú hérna annars vegar og svo var ég að ímynda mér sko þegar að verið að tala að setja Miklubraut í stokk við Klambaratún að þá kæmi einhver svipulausn sko en ég gæti ekki betur séð en að þar verið að hugsa að setja niður sko íbúðabyggð. Er það misskilningur mér eða? Ekki við Klambaratúni, það er ekki verið að Nei, ok, næri Landspítalanum, ok. Já. En það er semst götun yrði vantarlega þegar þetta er náttúrulega allt grafið upp og umhverfinu breytt þarna, þannig að það er náttúrulega einhver umferð, þó að megnið af umferðinu farið niður í jörðina, þá er einhver umferð þarna ofan á, sko, en það er þá orðið borgargata og tengingar yfir milli hverfa miklu betri. Já, takk fyrir Sigfús, gjör svo vel. Já, takk fyrir þetta. Fín kynning. Ég heiti Sigfús og er formaður íbúðasamtaka í Hlíðum og Norðurmýri og Holtum. Og bara velta fyrir mig bara svona útfærslu sem að varðandi breytingar á húsnæði, það er mikið til þessu húsnæði, það er verulega gamalt og heyrðu þú tala svolítið að menn verða að setja einhvers konar bjálka að hækka byggingarnar sínar en ég bara svo fyrir mig að skilja þess að verða að auka þá heimildir til einhvers konar breytingar, útlitsbreytingar á húsnæði eins og þarna viðbætur og eitthvað svona er svona svo ég áttum með á því er það skilgreint einhver hlutfall út frá eða er bara hvert dæmi skoðað fyrir sig, ég bara svona að móta mér einhver svona sýn á þessu. Já, nei, þetta er yfirleitt þannig að þetta eru náttúrulega bara í skilmálum. Það segir að í þessum hverfishluta, við kallum þetta skilmála einingar, það er til dæmis Norðurmýrin er ein stór skilmála eining, þá séu heimilt að byggja til dæmis garðhýsi einhver og það sé heimilt að breyta þaki og það er bara sett inn svona almennar heimildir sem gilda fyrir alla. En það er inn í þessum, eftir að nefna það að
til þess að passa upp á þessa byggð líka á sérkennin, þá er tillaga svokallaða hverfisvernd á svæði þarna í Norðurmýrinni og í Holtunum, líka í hlíðunum, sem geta verið svona hamlandi fyrir breytingar. Menn vilja sem sagt bæði heimila breytingar en jafnframt stýra þeim, sko. Þannig að hverfin vissi ekki þennan sín sérkenni. En þetta sem sagt, það er horft á þetta heildrænt, ekki út frá, og þegar að hverfisskipulagið komið, þá eru þessar heimildir inni, ef þú sem dæmi, ef það er heimilt við þitt hús að hækka þakið, eða þökin bara í allir göttunni, þá er það heimilt og þá þarf ekki að fara í grendarkynning út af því, sem dæmi, sko. Takk, Örn hefur beðið Já, afsakið, ég bara hef ofboðslega mikið áhuga á sviði og hérna finnst þetta spennandi. Ég er aðeins að velta fyrir mér, sko, það er verið að tala þarna einhverja heimildir til með að stækka og hækka hús og annað og þá sérstaklega þessar blokkir og ágætismyndir mitt frá Altamýri og skipaldið sem að sýna hversu rúmt þessar blokkir. Þeim eru auðvitað ákveðin sérkenni hverjusins. Það er ekki að líta út því, en maður er aðeins að velta fyrir sér, væri möguleiki til dæmis að setja niður einhverja byggingar, hlíðarbyggingar eða eitthvað svoleiðis í staðinn fyrir að hækka upp, mætti nýta, er heimild fyrir slíku hugsuð inn í skipulaginu? Já, við höfum til dæmis gert þetta í Breiðholtinu að það voru stóra lóðir þar sem hentaði bæði að byggja ofan á og setja lyftu og byggja svona kálfa, bæði lóðin stór og það var bara betra skjól til dæmis. Þannig að það er hugsunin, ef áhugi er fyrir því, þá hefum við verið að setja svoleiðis inn, sko. En eins og ég segi, þetta eru heimildir sem húsfélögin fá eða lóðarhafarnir og er á þeirra hendi að ráðstafa, sko. En þeir geta náttúrulega harðlega mótmælt í að fá þessar heimildir og við erum þá bregðast við því. En það má ekki gleyma því að svona byggingarheimildir eru verðmætar. Ok, ein spurning bara langaði að þú geti farið aðeins aftur fyrir okkur yfir samráðsferli. Þá er ég að hugsa bara þannig að við getum miðlaði vel til íbúa í hverfunum. Þannig að það er hverfisgangur helgina, vefurinn opnar á föstudaginn. Þar sem fólk getur kynnt sér þessar vinnutillögur og svo opnar samráðsgáttin og hún er opin alveg til 31. desember, er það ekki? Nei, sko, það verður sýningin opnar á föstudaginn og þessi kynningavefur. Sýningin verður út fram til 27. nóvember. Og þá getur fólk komið til ykkar ef það vill gera athugasemdir og skila þeim bara inn til ykkar, er það ekki? Já. Svo er gerð grein fyrir því á vefnum hvernig þú getur bara sendt inn athugasemdir í gegnum bara tölvupóst og það verður opið fyrir það, við höfum haft opið fyrir það til 23. janúar. Þannig að ef við höldum þarna einhvern góðan íbúafundi í janúar með borgarstjóra eða einhverju svoleiðis, að þá verður hægt að senda inn athugasemdir eftir það. Síðan verða þarna hverfisgöngurnar á laugardag, fyrst í Háteigshverfi og síðan í hlíðunum. Já, og svo var þarna Maptioner könnun. Maptioner, já. Já, þetta er sem sagt svona finnsk samráðsgátt sem við höfum fest kaup á og gerir það verkum að við getum sett niður. Það er þetta að spyrja spurninga og sína tillögur og gera athugasemdir hvort maður er líkar eða mislíkar í gegnum svona spurningavefur tengt við kortavirkni. Ok. Þannig þetta verður opið líka. Já, og mjög gott bara, ef við getum aðstofið það að miðla þessu til íbúa í hverfinu þannig að fólk finnir sína leið til þáttöku. Og svona henda, þegar sumum henda náttúrulega mæta og öðrum að vinna á netinu og svo framvegis. Þannig að svo mikilvægt að allir fái tækifæri til þess. Það er ein örstutt spurning frá Erni. Mér langaði bara að skjóta inn áður varðandi svona algilda hönnun í hverfunum. Er það eitthvað sem
aðalatriði sem þið hafið í huga í allri þessari vinnu? Já. Það í skilmálum að það þurfi að ef það til dæmis þessar borgargötur þarf að taka hönnun og þeim þarf að taka mið af algildri hönnun, allt sem snýr að almenningsrýmum og á borgarlandi og það eru kröfur að inn í skilmálum að framkvæmdir á vegum einkaaðila þurfa að fylgja því, sko. Ok, glæsilegt. Það var östuð spurning frá Erni, svo förum við svona bráðum að ljúka sig, klukkan var 5 mínútur yfir. Já, takk, það það sama á hinn. Nei, ég bara velta fyrir mér, sko, þessi sýning sem er fyrirhuguð á Kjarvalsstöðum. Þetta svolítið knappur tími í vika. Þá spurningi sem þetta þetta stór og fyrirferðarmikil sýning. Þá ég að hugsa hvort það væri hægt að taka hana niður og færa hana yfir og ég dettur til dæmis eins og fara með hana í Anddyri grunnskólana í hverfinu og svo til dæmis eins og félagsmiðstöðvar aldraðra og annars staðar sem eru fjölfarnistæðir, hvort það sé bara í rauninni einhver ilti eða uppdrætti sem auðvelt að hengja upp og setja með litlum fyrirvara og taka niður og færa. Já, sko, við höfum verið með þetta í viku, við ráðum, ég ekki með meiri mannskap í þetta snýst það. Þá meina þess að þetta bara skilið eftir, sko, og svo var eitthvað sem myndi kippa þessu og fara með þetta annað. Það væri engar skýringar, það væri bara hann sem að geti gloggast á þessu. Því það auðvitað allt annað að skoða þetta á stóru korti fyrir fram að sig heldur en að vera að reyna að sjá þetta í tölvunni. Við þekkjum það bara sem við erum að reyna ofta átt okkur á skipulagsuppdráttum í tölvuna. Það ansi margt fram hjá okkur þegar við erum að skoða með þeim hætti. Þetta er bara svona hugmynd eða vangavelta inn í þetta, hvort það væri ekki sniðugt að vera með svona farandsýningu á fjölförnum stöðum þar sem aðstæði til. En ég hef bara ekki mannskap í það, sko. Það er það sem ræðist, en við höfum, sko, það er alveg möguleiki að setja þetta í minni útgáfu niður í Borgartúni. Við gerðum það allavega með Breiðholt, sko, en þetta er svo mikið verið. Það vantar samfélagshúsið í hverfið þarna í borgarhlutann, það sem hægt að vera með svona sýningar. Það er ekkert sérstaklega auðvelt að komast inn á Kjarvalsstaði, sko. Setja þetta bara í svona veðurvarðar umbúðir út á tún bara. Já, það má líka hugsa það. En við skulum taka þetta bara með okkur. Já, endilega. Og kannski fer þetta aftur upp á íbúafundinum sem verður vonandi í janúar. Já, við getum algjörlega sett þetta upp þá, sko. Já. Þannig að ef einhverjum... Því, sko, en það er eitthvað háð nýtingun á rýmum á Kjarvalsstöðum. Sko. Já. Herðu, en endilega bara verum svo í sambandi og við getum þá aðstofa við að miðla áleiðis hvernig fólk getur tekið þátt í þessu og kynnt sér skipulagið. En ef við þá ekki bara ljúka þessu núna og hlökkum til að sjá sýninguna og mæta í hverfisgöngurnar helgina. Þannig að þá þakkum við bara kærlega fyrir. Slítum þetta. Takk.